ég vil nú samt enda eins og ég byrjaði. Ég er nú bara bjartsýnn að þingstörf í júnímánuði mun nú bara ganga vel. Langflest mál eru unnin í góðri sátt við stjórnar og stjórnarandstöðu og svo sjálfsögðu verður talað og rökrætt í stórum málum en það gefst tími til þess. Já, þetta að núna séu einhverjir fordómalausir tímar í þinginu, ég kannast nú ekki við það og þetta svona einhver spuni sem að menn eru að leika, sko. Ég skal nú samt bara vísa í tölurnar að síðustu lengstu fyrstu umræðu sem hafa verið. Það var 5 af þeim hafa verið fjárlagaumræður. Já, leið mér aðeins, ég kynntist alvöru málþófsmönnum, eins og Jóni Bjarnasyni og Ögmundi Jónasyni og Jóhannu Sigurðardóttur og þessu fólki sem að hélt ræður nótt eftir nótt í klukkutímum saman. Þannig að málþóf í þinginu er ekkert nýtt og að því að þú vísaði nú til Helga Bernódssonar, skrifstofustjóra þingsins, sem var skrifstofustjóri þegar ég var í þinginu, sá mæti maður, hann fjallaði einmitt þetta eins og þú sagðir, en þú gleymdir að nefna það sem hann segir einmitt í þessu viðtali, að kjarninn í málinu eða forsenda þess að þingstörfin geti gengið fyrir sig eru ekki bara þau að meirihlutinn nái sínum málum fram, heldur að hann taki líka tilhlýðilegt tillit til minnihlutans. Og það það sem verið að tala Meirihlutinn verður að gera það og það nú yfirleitt gert með einhvers konar samkomulagi og ég bara að tala fyrir því að það sé gert núna frekar heldur en að málfrelsið sé tekið. En það nú stætt að þingið sé tekið í gíslingu í sömu málum. Eiga að vera einhver mál. Það má alveg vera